Komið í sæl og verið hjartanlega velkomin með okkur í KA Meistarans spurningakeppni milli deilda. Hér eigast við tvö glæsileg lið. Það er annars vegar blakdeild KA kvennaliðið og knattspyrnudeild KA kvennaliðið. Ég ætla að áður en við kynnum keppnum til leiks að byrja að kynna mig. Ég heiti Sigurður Sigurðsson Spyrill. Mér á hægri hönd er Egill Ármann Kristinsson, sérstakur Spyrill einnig þegar illa gengur og stigaður. Og svo að sjálfsögða Ágúst Stefánsson að baka allar þessar myndaðilur og ljónumann. Stelpur hérna mér á hægri hönd, Blak, má bjóða ykkur að byrja að kynna ykkur? Já, ég heiti Halldóra. Já, ég heiti Jóna. Og stelpur mér á vinstri hönd, fótboltalið. Ég heiti Harpa. Ég heiti Anna Rakel. Þá er það komið á hreint til að byrja Rakel og Hörpu að prófa björnverðhansi, hvort það sé ekki allt löglegt. Og Dóru og Jónu að prófa sína. Allt eftir kúnstendarreglum. Þetta eru 16 björnspurningar. Liðið sem var undan á hnappinn fær svarréttinn. Ef að þið klikkið þá færi svarrétturinn yfir. Þið hafið 30 sekúndur á hverja spurningu. Egill glemdi alltaf að segja að það væri ekki tímavörður. Já. Þannig gegnir mörgum hlutverkum í kvöld. Ég ætla bara að vinda mér í fyrstu spurninguna og hún hljómar svona. Blómlegt íþróttalíf prýðir borg Fíladelfíu og austurströnd Bandaríkjanna. Þeir tefla fram 5 liðum í 5 stærstu greinunum í Kanalandi. Ég bið ykkur að nefna 3 atvinnumannalið í íþróttum frá Fíladelfíu. Þú erum að segja liðið þá? Við höfum 5 sekúndur. Já. Komið með þetta stundum. Já. Fáum við nokkuð svar? Nei. Fyrir fróðlegs fyrsta þá ætlum ég að fara yfir rétt svar en það er að segast Philadelphia Eagles í NFL-deildinni, Philadelphia 76ers í NBA-deildinni, Philadelphia Phillies í MLB hafnaboltadeildinni, Philadelphia Flyers í NHL hockeydeildinni og Philadelphia Union í fótboltanum, knattspyrnunni. En þá fyrir við í spurningu 2. Hún er allt öðrum toga, hlustið vel. Hver er höfuðborg Hvíta-Rússlands? White Russian. Belarus. Já, 5 sekúndur. Fáðu svar. Og gisk. Ekki giskja það. Nei. Það er ekki skipt á þessu. Nei, ok. Rétta svarið er Minsk. Þú vissir það ekki. Það er ekki. Það var að þriðja björnarspurning. Eins og allir vita höndbuðu KA-menn Íslandsmeistaratitil í handknattleik í KA-heimilinu árið 1997. Í KA eins og öðrum íþróttafélögum er það hefð að velja íþróttamann ársins. Hver var íþróttamaður KA árið 1997? Dóra. KA Þór? Þór KA? Danmörku. Rátt. Pass. Komið pass frá Blakkinu, þetta var Björgun Björgunsson, hægri horna maður, Já. handboltaliðið. Kannast það. Þá er það 4. spurning. Spurt er kvikmyndaseríu. Já. Í heildina voru gerðar 4 myndir og svo er frægur seríu. Það var hann John Arnett og Stephen Herek sem áttu heiðurinn af fyrstu 2 myndunum. Fyrsta myndin kom út á 1992 og svo síðasta, eða 4. er 1997. Þetta er íþróttamynd. En í fyrstu myndinni var það lið Haukana sem kepptu titilinn, en í mynd nr. 2 var það lið Íslands sem var aðalmótherji liðsins sem myndin fjallar um. Aðalleikarinn heitir Emilio Estevez. Hvað heitir kvikmyndaserían? Á nú eitt gott gísk á báðum liðum. Tími kominn. Má við gísk?
Nei. Það er pass. Það er pass. Já. Já, rétta svarið er Mighty Ducks. Nei. Íshockey mynd. Jæja, það var það 5. spurning og við förum út í dægurtónlist. Já. Hlustið nú vel. Helgi Björns var greinilega mjög latur með að við lagið Ef ég nenni. Í fyrstu línu lagsins talar hann um að gefa elskunni sinni eitthvað. Hvað er það? Ég þarf að fá 2 atriði. Það má sögla, það er alltaf leið. Fær maður hálft stig fyrir 1 ef maður nefnir 1? Nei! Ok, það máttu reyna. Já. 5 sekundur. Og komið þið hljótt að fá eitthvað gísk. Lag, gísk. Ég vil bara einn gullstein og Nei. Reyndu aðeins betur. það eru gullstein og... Já, ég veit það. Ég vil bara veit sko. Jæja, Nei, Hvað var það? það er sem gimsteina og perlur. Jæja. Gimstein og perlur, Jæja. gullsveig og megli. Já. Þið kannist við þetta, ekki? Já, jú. Jú. það var að nálgast. Þetta er að nálgast. Við erum að fara yfir stöðuna. Við förum yfir stöðuna. Það eru staðan eins og sagt 0-0. Æsi spennandi, jöfn viðreik. Já, mjög jöfn. Allt í játni. Jæja, þá förum við í annað hjal. Við förum yfir í útlendinga á Íslandi. Já, hlustið nú vel. Fyrrum handboltamarkvörðurinn og aðstoðarþjálfari FH í handbolta, Roland Eratze, gerði garðinn frægan hér á árum áður og náði sér meðal annars íslenska ríkisborgararétt. Það gerði líka annar kappi sem spilaði með KA en var fæddur á Kúbu. Í þá gömlu góðu daga var skylda að taka upp íslenskt nafn þegar þú tókst upp ríkisborgararétt. Hvaða íslensku nöfn tóku þeir Julian Duranona og Roland Eratze sér? Fullt nafn. Ja, þeir tóku sem eitt íslenskt nafn, bættu við nafnið sitt. Já. Hvað heitir það? Julian Duranona og Roland Eratze. 5 sekundur. 5 sekundur. 5 sekundur. Júlíus og Raggi. Nálægt í, ekki rétt samt. Og við gískinu minn. Aron og Júlíus. Herðu, Julian Duranona tók upp nafnið Robert og ber það enn í dag, Robert Julian Duranona. Og Roland Eratze tók sér upp nafnið Valur eftir liðinu sem hann spilaði með. Já, Roland Valur Eratze. Já, takk þér fyrir. Þá förum við í 7. spurningu. Hlustið vel. Þetta er ykkar spurning. Svo nálægt skiptir ekki máli hversu langt frá. Gæti ekki verið meira frá hjartanu. Að eilífu treysta hver við erum og ekkert annað skiptir máli. Hvaða texta er ég búinn að þýða þetta yfir á íslensku? Spurt lag, já, við skulum endtaka. Svo nálægt skiptir ekki máli hver langt frá. Gæti ekki verið mikið meira frá hjartanu. Að eilífu treysta hver við erum og ekkert annað skiptir máli. Lag. Rangt. Og tími búinn. Og gísk. Nei, við sem passi. Þetta er lagið Nothing Else Matters með Metallica. Það er það vín það. Jæja. Jæja, Þú stíð náttúrulega. 8. spurning. Já. Hvað eru margir reitir á taflborði? 64.
Hárrétt! Fyrsta stíg. Og fyrsta stíð í hús. Níunda spurning. Hver var þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á undan Óla Jó? Stelpa því ég var veit þessu. 5 sekúndur. Þú svar. Þú svar. Rangt. Gisk frá ykkur. Eyjólfur Sverrisson. Nótabene að það var ótrúlega mikið af mismunandi spurningum í keppninni og það er eiginlega bara pínu óöfn eða til dæmis það er í næsta bunka, það er 4 mismunandi bunka að það er til dæmis þó nokkrar blagspurningar sem þetta allar koma eiginlega sögu við pabbi hennar. Já, það er pínu óöfni på þessa veikleika að það er ekki hingið þennan bunka. En þá kemur 10. spurning. Með hvaða liði leikur Rúrik Gíslason, knattspyrnumaður og fyrirsæta? Rangt. Við 5 sekúndur. Komið. Og gísk. Sandhausen í Þýskalandi. Jæja. Jæja, þá erum við hægt í fótboltaspurningum. 11. spurning. Stúlkur. Hvað eru margir þingmenn á Íslandi? Já, 63. Hárrétt. 12. spurning. Hvað heitir nýráðinn framkvæmdastjóri íþróttafélagsins Þór? Reimar. Rétt. Þú var svo óörugg sjálfa. Þú gerði mikið óörugga. Eigum við að fara yfir stíðin, stíðurinn, það er allt að gerast. Herru, já, æsi spennandi áfram. Staðan er 2-1 fyrir Blakinu. Já. Þá förum við í 13. spurningu. Hvað eru margir taflmenn í skák? 16 í búrlið. Hárrétt, 32 talsins, ég heiti þetta ekki við getur margvaldana. Þá eigum við 3 spurningar eftir. Skýtt stig, 3 stig. Já, við skulum gefa 3 stig fyrir þessa spurningu. Þannig að ef þið náðu einu að fá þið stig. Þannig að hún er 3 liða. Já, það var 1 fyrir hvert atriði. Já, og ef hún er bara einu, þá bara færði stig. Já, Þær geta svarað því sem að vantar upp á eða Já. svarað upp á. 14. spurning. Nú hafa flestir þáttakendur komið inn á skrifstofu til Sigurólu. Þar hanga upp í treyjur af leikmönnum sem allir hafa spilað eða eru að spila undir merkjum KA nema 1. Nefnið 4 einstaklinga sem tengjast KA. Hvaða einstaklingur eru með 2 treyjur á veggnum og hver tengist KA ekki neitt? Ekki skáð. Byrgiskepp. Nei, hann tengiskáð. Já, þú getur nefna aðeins. 4 svoleiðis. Já, svo tengiskáða. Já. Birkir Benna. Já. Og Haukriða, ég var búinn með hann. Sandra María. Já. Og... Arnar Alla. Hér kom 1 stig. Þá er ég eftir að svara hvaða einstaklingur með 2 treyjur á veggnum og hvaða einstaklingur tengist KA ekki neitt sem með treyjur á veggnum. Ég fái til þess nokkra sekundur. Ekki margar. 5 sekúndur. Nei, þú svara á milli eða? Hvað sagði ég? Sem tengist KA ekki neitt og... Og hver með 2 treyjur? Hver með 2?
Þið þurfum að svar. Annars flýst. Fiskir með 2. Rangt. Og hvert ekki ská ekki neitt? Og Svarkristín. Já. Herra, það var allan 2 og... Nei, ekki sko. Ég veit ekki, það varst mér. Hver engil sig. Við veitum ekki nýtt. Nei. Það er rangt. Það er Sandra Vera Jessensen með 2-3. Og Paul Gascoigne, fyrsta fótboltatreyjan sem ég fikk, hún hangir upp á vegg þarna, hann tengir ská bara ekki neitt. En hérna er endilega komið svo oftast í heimsókn skrifstofunum minni að það ekki þetta minnið þig. Já, það var alltaf neitt. 2 spurningar eftir. Þann 18. október 1991 var stór dagur í sögu KA. Margir þreyttir en glaðir KA-menn og konur komu saman og fögnuðu þessu mikla áfanga. Hvert var tilefnið? KA-heimilið þarna var stofnað? Já. Fyrsta stofnað? Já. Það er bara svona 2 mismundatriðum. Ég var að fá hvort atriði. Félagsheimilið? Káa. Það er ekki bygg. Jú, það er stofnað. Nei, já. Segjum það var stofnað. Nei, félagsheimilið var opnað. Ég var ekki galt fyrir þetta. En ég var bara fólk í þessu skólastóka. Tekið af Káa-heimilinu. Líka rangt, þið voru bæði lið á rétti leið en það var að segjast íþróttahúsið var vígt eða opnað á formulega. Þannig að bæði lið voru á rétti leið. Jæja. Þá er það 16. og síðasta hvernig nema að koma til Bráðabæ. Jæja. Og hún hljóða svona. Hvað eru mörg aðildafélög að íþróttabandalagi Akureyrar? 22. Hún treysti á dómarann og... Það er rangt. Það er rangt. Heyri, þau eru 21. Það blekkir nefnilega á síðu íþróttabandalagsins að það eru 22 logo. Nei, á síðu íþróttabandalagsins eru linkar inn á heimasíðu félagana og þar stendur í texta fyrir ofan að aldarfélagum sé 22 en hins vegar hefur eitt félag sem er ekki félag. Þannig að þau eru 21. En við þökkum báðum liðið fyrir drengilega og skemmtilega og spennandi keppni. Blakið komin undan úrslit. Það verður dregið þar síðar. Já, og staðan er 3-2 fyrir Blakinu. Afsakaðu, Stegur. Þetta fór 3-2 fyrir Blakinu. En það var gaman að fá okkur og takk fyrir leikinn.